á sama hátt og getur þannig mappað gögnin saman við þær greiningar sem þið viljið sjá. Við hýsum svo gögnin í okkur og erum með 5 ára sögu félagsins í kerfinu, þannig hægt að skoða þetta vel aftur í tíman og við erum þá líka sjálfstæð eining frá bókhaldinu sjálfu, þannig að þótt við séum með einhverjar skýrslulegar greiningar í bókhaldskerfunum skiptir það í rauninni ekki máli, við getum verið sjálfstæð og gert okkar eigin greiningar óháð og sett upp okkar setup. Greiningarnir sem settar upp bara eftir þörfum hvers og eins fyrirtækis og hægt að vera mjög sjálfstæð í því hvernig kerfið er sett upp eins og mun sýna og í lokin eru við þá með þessi yfirsýn sem eru mælaborðin sem gefur okkur þessi innsýn inn í reksturinn. Við erum tengt langflestum bókhaldskerfum landsins og Norðurlandana eins og Mikael segir. Við erum í smá útrás til Skandinavíu en við erum tengt þeirra kerfin líka. En það sem er gott við okkar kerfi líka það að við erum ekki háð því að vera með eitt kerfi. Ef fyrirtæki eru annarkvæmt í mismunandi bókhaldskerfum á milli félaga, 2-3 kennitölur sikur á bókhaldinu, það skiptir ekki máli fyrir okkur. Eða með sölukerfið í einu og fjárhæðin í hinu, það líka getum við unnið með. Þess að við möppum allt saman þá milli kerfana og er alveg margir notendur hjá okkur með til dæmis hafa skipt bókhaldskerfi, við erum þá með söguna í einu kerfi og allt nýtt í öðru og við getum unnið með það. Og við erum sem sagt tengt bæði fjárhæðinum og sölukerfunum, þannig að við getum gert mjög góðar og ítarlegar sölugreiningar, vörugreiningar og viðskiptamennigreiningar einnig. En það var nú bara ekkert að vanbúna en bara kíkja þess inn í kerfið og sjá hvernig þetta lítur út. Það er rauninni sem fyrsta sem við erum að gera þegar við höfum tengst bókhaldskerfinu er bara að sækja öll gögnin. Nú kemur skjárinn hérna ekki hjá mér. Fá strákarnir hérna til þess að kíkja á skjárinn sé. Við fengið tæknimenn til þess að kíkja á að skjárinn hjá mér ekki að koma upp. Já. Þarna. Þá er tæknivandamálinu búin í dag, vonandi. Eins og ég segi, fyrsta sem við gerum þegar við tengst kerfinu er bara að sækja alla bókhaldslyklana og alla lykla úr kerfinu og við færum það yfir í kerfið okkur og þá er hægt að byrja á því að flokka lyklana bara eftir þeim flokkum sem þið viljið sjá. Þannig hérna sjáum við bara hérna er búið að taka aðra tekjur, við með vörusölu, getum við lyklar fyrir þjónustu eða mismunandi styrki eða annað og þetta er allt saman sett upp bara í mjög þægilegt viðmót þar sem hægt er bara að færa lykla á milli flokka eins og henta hverju fyrirtæki fyrir sig. Allt mjög notendavænt og hægt að breyta það og hafa lifandi greiningar. Hægt að vera með mismunandi greiningar með mismunandi flokkunum og allt sem er hérna upp er hægt að bara skýra eins og hendar ykkur. Þannig að þetta geta hérna verið 9 tollarnir og allt saman getur komið hérna upp bara í greiningar. Þegar búið að flokka alla lyklana niður þá verður hver flokkur að línu hérna í rekstrargreiningu hjá okkur. Það sem hægt að sjá vörusölurnar hérna, við fáum vörukaupin, allar ekstra kostnaðir hérna niðri og það er mjög einfaldlegt að bara búa til allar útreiknilínur sem við viljum sjá í greiningunni, færa þetta allt saman til, þannig að þetta lítur út eins og við viljum hafa þetta og raða þessu upp eftir okkar rekstri og setja upp greininguna eins og þið viljið sjá hana. Þannig að allt sem hérna sjá er allt hægt að stýra þannig að það hendi ykkur. Lyklarnir síðan eru teknir bara saman undir hverjum flokki þannig að þið geti alltaf sprengt upp hvert flokk. Þannig að við skoðum til dæmis aðkvæmsta þjónustu, þá er hérna einhver upphæð sem stingur hans í stúf við hinar upphæðir og þá er þetta að skoða hann aðeins betur og sjá, já, hérna eru lyklarnir á bakvið, hérna er einhver endurskoðunarkostnaður sem reikningur sem var að koma inn, hægt að tvíklikka þá línu til þess að sjá þá hvað er á bakvið þessa upphæð, fá þá hreyfingarlista eða færslulistan á bakvið. Og þá er þetta að fá hérna reikningsnúmer, erum við hérna dagsetningarnar upphæðir og sjá það, já, hérna var endurskoðandinn að senda reikning, þetta er allt rétt og að vera eins og að vera, þannig að við hérna bara sátt með það.
Einnig þetta koma mjög þægilegt að sjá til dæmis hérna launakostnaður og vantar allt inn í febrúar. Og þá hægt að byrja strax á því að sjá eða einhver villur í bókhaldinu sem þarf að laga. Í staðinn fyrir að bíða eftir þessu öllu þegar ársreikningavinnan hefst og fara þá í allar þessar leiðréttingar, að þá þau með lifandi mælaborð við framan ykkur sem sýnir hvar villurnar eru og þetta strax að tala um bókhaldið og við þurfum aðeins að laga mars og færa launakostnaðinn yfir í febrúar. Það er greinlega tvíbókaður hér. Þannig þessi samskipti á milli deildana, milli deildastjóra og sem milli bókhalds og endurskoðandar gera þetta svo svakalega auðvelt og þægilegt að vera með þetta bara lifandi fyrir fram að sig og geta brugðist við leið og einhver kemur upp á. Einnig inn í þessar greiningar þegar við erum að setja þær upp hægt að gera fullt af mismunandi línum. Það er hægt að vera með manual línur, þar sem bara handsleikna línur inn, þannig að til dæmis ef við viljum vera með fjöldi starfsmanna og geta þá reiknað út meðal starfsmannakostnað, þá er þetta að vera með bara línu hérna inni sem er bara fjöldi starfsmanna og það handslegið inn bara hverjum tíma hver hann er. Hérna uppi sem í stjórnborðinu þetta sem með allar þessar valkosti hér. Þið getur verið að skoða mismunandi tímabil, vilja skoða bara allt árið hérna eða skoða bara einhver ákveðin tímabil sem búið að loka, þannig að mánuðin sem búið að loka eða verið að vinna í. Hægt að skoða söguna, við erum þá með hérna ártölunum á milli og einnig þetta færi hérna og export þetta yfir í Excel, bæði þá sem með lyklunum eða bara yfir flokkana. Þannig mjög auðvelt og þægilegt að vinna á þessu og sækja gögnin yfir í þau kerfi sem þið kannski viljið vinna sem greiningin ennþá frekar með. Innan kerfisins er líka áætlunarflipi. Þannig hérna getið þið sett inn ykkar áætlanir og það mjög einfalt og þægilegt í vinnslu. Þá eins og margir geta bara exporta raungreiningunni yfir í Excel og vinna síðan áætlunina þar inni. Við erum ekki nefnt svona import tól, eins og flesti þekkja að leður maður notast við þannig, þá er einhver kom einhver staðar eða formúla sem er í rugli og þá brýtur allt saman. Hérna langt þægilegast bara við mig bara gamla góða að bara copy-pasta budgetinn. Þannig við skoðum til dæmis hér að þá erum við búin að taka hérna aðra tekjur. Við erum búin að gera budgeti fyrir aðra tekjur á næsta ári. Þá er einfaldlega bara hægt að kopja tölurnar yfir, færa okkur yfir í edit-módina. Nú er lítill lás, þannig við getum ekki breytt niður á þess að leyfa breytingu og svo bara pastað inn. Og þá erum við búin að pasta áætlunum fyrir aðra tekjur inn í kerfið. Þannig að hægt bara að færa alla línur og það er að gera marga línur í einu og bæði þetta að gera áætlanir niður á lykla og svo yfirflokkana líka. Þið getur alltaf valið hversu dítalega þið velja áætla. Einnig getið þá líka áætlað niður á deildir eða niður á filtringar. Þannig að við sækjum allt þetta úr bókhaldskerfinu eins og ég mun sýna eftir smá. Og þegar að búið að vinna budgetið, þá allt sem við erum komin hérna, við erum með rauntölunar, við erum með budgetið og allt sem gerist eftir þetta, þá erum við að vinna úr þessum gögnum. Og eru þá til dæmis með hérna greiningu sem heitir rolling budget. Þá erum við með hérna, við erum að skoða bara, getur horft á hvernig rauntölunar að stemma við áætlun á hverjum tímapunkti og sjáum það hérna til dæmis janúar til ágúst og budgetið er síðan þá september, desemberinn sem við erum valið hérna að skoða janúar til ágúst. Og getur þá séð hérna, septembertölurnar salan droppað dálítið mikið í september með við rauntölurnar í ágúst. Þurfum við eitthvað að endurskoða áætlunin okkar eða þurfum við eða er þetta bara sem við erum að gera ráð fyrir. Það verður smá dropp hérna í ágúst og sjáum það með við áætlun stendst að þá lokum við árinu í 717 milljónum. Þannig að þessar greiningar sem við nú komum með eru þá að vinna úr þessum gögnum og hægt að sjá það alveg niður á lykla hvernig við stöndum gegn áætluninni og hvort að mögulega þurfum að fara endurskoðana. Eins og kannski flesti þekkja að við gerum öll áætlanir í lok hvers árs. Það eru mjög fljótar að skekkjast oft og þarf að endurskoða mjög reglulega. Þannig að gott að hérna geta fara alltaf vel í þær. Einnig eru hérna með sem heitir trailing 12 sem þá eru að horfa á 12 mánuði aftur í tíman. Við erum þá hérna með ágúst, valið hérna ágúst, janúar, ágúst uppi og sjáum þá hérna ágúst á seinasti mánuður og þá skoða þvert yfir áramótin, getur svo séð hvernig búið seinstu 12 mánuðir hafa þróast hjá okkur. Þannig að til dæmis eins og fyrirtæki sem eru með mikla sveiflur í rekstrinum geta þá séð hérna hvernig september var í fyrra og hvernig þá salan eða kostnaðurinn að þróast núna milli ára.
Einnig erum við með mjög þægilegar frávikagreiningar sem allar eru settar upp bara á nokkrum sekúndum. Og allt núna þegar búið að flokka lyklana, búið að setja greininguna, þá sjáum við að greiningin alltaf svo sama. Við erum alltaf með sömu flokkarnir hérna til þess að vinna með. Þannig að allar greiningar sem við gerum eftir þetta taka bara nokkra sekúndur til þess að setja upp og vinna með. Þannig að þetta að setja upp eina til dæmis svona frávikagreiningu tekur það byrju 5 sekúndur. Og þá erum við með hérna frávikin hérna milli ára til dæmis. Og þetta til dæmis hægt að gætu verið með starra, því gætu við verið með senstu 3 eða 4 ár, bara einni greiningu í sama setupi. Og við erum þá með hérna milli yfir árið, janúar, ágúst, í fyrra og í ár. Og einnig getur þá séð hérna niður mánuði. Þannig að við erum með valið hérna janúar, ágúst, við erum þá að skoða ágúst hérna megin. Og getur þá líka fært, til dæmis við færum í júlí og þá erum við júlí hérna megin og svo í janúar, júlí hægra megin. Og getur þá líka sprengt upp lyklana og séð hvernig áætlunin ganga niður á lykla. Þannig að ef það einhver svaka skekkja sem sjáum þessu hérna aðkeypti þjónustu, þá var hann miklu stærri í 24 og móti 25 og þá var þetta að sprengja hann upp til þess að sjá þá hvaða liður var það sem að kostaði meira í fyrri heldur en það gerir ár. Hvað eru að spara eða hvað kannski einhver reikningu sem á eftir að koma upp. Og sama það með samanburð milli áætlun. Þannig hérna getum við þá léttilega séð, bara mjög handhagan hátt séð hvort áætlunin er að stemma. Eru við bara alveg off í einhverjum einu leið. Keyptum við nýja kaffivél sem bara að sprengja allt budget eða hvað. Þannig að þægilegt að sjá hvar, eins og við sjáum hérna, gerum ráð fyrir töluvert hærri starfsmannakostnaði heldur en búið að nota. Þannig eigum við inni að ráða starfsmann eða ætlum við að reyna að halda í þennan kostnað. Salan er líka niður með budget, þannig að getum ráðlagt okkur við áætlunina hvernig við eigum að þróa reksturinn áfram. Og allt þetta sem við erum búin að skoða hér áður en ég fer yfir í, við erum með þetta sem vídd hérna líka, áður en ég fer í mælaborðin sjálf. Eins og ég segi, þá úr bókhaldskerfinu eru að sækja allar merkingar úr bókhaldinu. Það getur verið víddir, deildir, verkefni, tilvísanir eða hvað. Þannig að hérna hefur við sett upp dæmi um verslun sem er með nokkur útibú. Við erum með 5 útibú hérna í Reykjavík, 3 í Reykjavík og 2 út á landi, 1 á Reykjanesinu og Akureyri og getur þá mjög léttilega séð hvernig hver einasta verslun er að standa sig, bæði sölu og rekstri. Og einmitt líka þetta sprengja upp alla lykla til að sjá hvernig þau þróast. En alla þessar filteringar eru í rauninni þetta bara hanna og adjusta eftir bara ykkar rekstri. Við höfum verið að sjá fyrirtæki nota þetta á ýmsan veg. Til dæmis höfum við verið að sjá fyrirtæki í byggingageiranum oft vera bara með verkefni sín. Bara hérna eru 3 hús sem við erum að byggja og þá er bara hérna 3 mismunandi flokkar sem við erum að horfa á og hvernig budgetið eða hvernig kostnaðurinn er að þróast á hverju verkefni sem við erum að byggja. Og með meitt félagann daginn mitt sem var hérna var með bara alla bílana sína, voru með 10 bíla í rekstri, bara sem partur af bara þjónustubíla. Og þá voru bara með hvert einasta bílnúmer flokkað upp og sáu þá bara hvernig reksturinn var á hverjum bíl. Og sáu þá svona, hérna er eldri bíl sem að mögulega komið bara endurnýjun á. Við sjáum að kostnaðurinn orðinn töluvert hár á honum og ætti þá kannski að skoða að fara endurnýja þann bíl. Eða eins og margir líka að setja upp, vera með rafmagnsbílana og svona aðra bíla mismunandi flokkum og sjá sparnar á rafmagnsbílunum eða ekki. Þannig að þessar greiningar alltaf geta verið stiltar upp bara á mjög þægilegan hátt og gefur þá líka innsýn eins og fyrir bara verslunarstjóra eða fyrir verkefnastjóra að sjá hvernig sitt verkefni er að standa og með þetta bóra saman við sitt budget. En alla filteringar sem við erum hérna inni, eins og segja, þetta er bara sem er sóttur úr bókhaldinu og sjáum þá bara hérna að við erum hérna Dimension sem eru þá hérna verslanirnar og þetta getur bara búið til, við getum mappað þetta saman, við getum verið með eitt flokk sem heitir bara höfuðborgarsvæðið og þá erum við bara að horfa útibúin í höfuðborgarsvæðinu sett þetta upp í rauninu bara hvernig hendir hverjum sem er. Einnig er hérna hægt að vera með, eins og ég mun aðeins kom inn á eftir, fyrir vöru- og viðskiptamannagreiningar og getur verið með til dæmis mismunandi viðskiptamenn líka og sé bara hvernig er að þróast sala á milli og oft eins og í ferðaþjónustu kannski með 2 eða 3 hótel og þetta hérna, vera með sikur hótelin og fylgjast með. En alla þessar deildaskiptingar og allt sem við erum með sett hérna einmitt hægt að aðgangsstýra mjög vel. Þannig að hver og einn hótelstjóri
til dæmis segjum við með keðju sem með nokkur hótel. Hver og einn hótelstjóri getur við með aðgang bara að sinni greiningu og sé þá hvernig sína tölur líti út án þess að sjá hvernig heildarreksturinn að ganga. Þannig að það þetta flokkara niður að eins og hér, þetta bara hóteli hérna í Reykjavík og þá þetta aðgangsstýri svo þannig að sá sem með hóteli í Reykjavík sér bara sína tölur og ekkert annað. Og gegn þau þvert í gegnum alla greininguna sér það bara hérna rauntölurnar fyrir sitt útibú eða og getur þá brugðist við ef til þess þarf. En sá sem með stjórnandi yfir öllum greiningunum getur flokkað milli allar útibúanna og sé hvernig þau eru að þróast. Þarna eru líka oft með, og við höfum dálítið verið vinsæl hjá íþróttafélögum, þar sem oft bara íþróttafélagi kannski rekið á einni kennitölu, en þau eru með kalla, kvenna, eldri, yngri, þriðji, fjórði, annar flokkur, meistaraflokkurinn, allan pakkan. Og þetta allt deildaskipt, en þetta allt á einni kennitölunni. Að þá hérna að vera með bara hverja greiningu fyrir hvert flokk inni. Hver rekstrarstjóri yfir bara rekstrarstjórinn yfir handboltanum sér handboltadeildina, rekstrarstjórinn yfir fótboltanum sér bara fótboltadeildina. Og hægt að gefa aðganga niður á bara hverjum verkefni við sig. Og hérna sjáum við til hvernig aðgangsstýringin virkar. Við skoðum hérna hann andra. Og þá getum við sett hérna bara hann á bara að sjá þessi mælaborð hér og hann á bara með aðgang að Stockholm útibúin okkar. Og ekkert engu öðru. Og þá sér hann bara það útibú og ekkert annað. Og þetta loka líka á en bara sér engan aðgang. Þannig hérna oft getum við verið með og við séum alltaf mikið verslanir sem með margar verslanir. Verslunarstjórar fá að sjá sölutölurnar en fá kannski ekki að sjá allan reksturinn bak við keðjuna. Og hægt á að búa til svona samkeppni á milli og annað. Þannig að aðgangsstýringin mjög öflugt tól í þessu öllu. Og svo tökum við allt saman og setjum í svona myndrænt mælaborð. Og hægt að setja hérna upp bara hvers konar mælaborð sem hentar ykkur. Hérna bara svona smá demo og hægt að litakóða þetta allt saman, hérna þetta sé eftir ykkar litum. Með mismunandi útgáfur getur verið með hérna bara töflu yfir ykkar kostnað. Mjög vinsælt hjá okkur til dæmis við með tryggingarnar. Sjá bara tryggingarnar eftir hverju ári og vita þá hvað þarf að vera að hækka. Hvort það þurfa þá að fara endurnýja eða gera eitthvað annað. En að bæta við einu sem mælaborði tekur rauninni bara nokkrar sekundur. Hérna sjáum við öll mælaborð sem þetta að bæta við. Þetta setja í kleinurringi eða pæ eða tjart eða hvað sem er. Þá er rauninni bara að velja að setja inn tjart. Skoðum bara hérna annan kostnað og þá sækjum við bara úr flokkunni sem við bjuggum til. Við bara fá hérna annar rekstrarkostnaður í ár á móti annar rekstrarkostnaður í fyrra og það komið mælaborð. Þannig að þetta var 5 sekúndur bara að skoða hvernig annar rekstrarkostnaður að þróast núna milli þessar 2 ára og þessi mælaborð líka þetta hafa deildaskipt þannig að getur verið með bara flokkana hérna hvernig verstaði mitt að ganga á móti söluteyminu eða á móti öðru rekstrarteymi eða öðru. Hvernig 2 verkefni að ganga, hvernig 2 deildir að sína mismunandi á milli ára. Og hérna þetta þá setja sem bara annar mælaborð hliðina og vera með það svona heildina hérna, heildina alla saman. Og allt þetta bara með einu smelli að úr viewing mode yfir edit og þá sýnir það hægt að gera það breytingar sem þurfa að gera. Þannig allt saman mjög hentugt og svona notandavænt. Og kerfi okkar er einmitt það sem er góð við kerfi okkar. Þetta er hannað af rekstrarfólkinu. Þetta er hannað þeim sem hafa notað svona kerfi allt sitt atvinnulíf, mætti segja, og svo þróað út frá því. Þannig þetta er ekki bara hvernig tæknilega séð hentar þetta ógeðslega vel og svo er þetta ekki notandavænt. Þetta er hannað til þess að vera eins notandavænt og hægt er og allir að geta svona nokkurn veginn komið sér úr því að vinna með þetta. Allt þetta er sem tekið saman í svona stjórnendaskýrslur sem hægt er að sækja hér. Og þá er þetta bara að sækja stjórnenda-PDF-skýrslu sem er þá bara tilbúin og hægt að bara koma með á stjórn eða senda áfram. Til dæmis að það er deildarfundur eða sölufundur, margir nota svona einhver mánudagsfundur sem er alltaf í fyrirtækinu og þá ertu bara með eina greiningu sem er bara mánudagsfundurinn. Þessi skýrsla prentuð út, mætt á fundinn, allir vita hvað er að fara að gerast, allt er með sama viewi fyrir fram að þig
og sparar hellingsvinnu þá á mánudagsmorgninum að vera ekki alltaf að uppfæra tölurnar úr seinustu viku eða seinustu 2 vikurnar og að sækja ný gögn og setja upp í Excel-formúluna eða hvað. Og náttúrulega það sem við erum að sjá hér munun hérna á okkur og til dæmis gamla góða Excel-skjalinu, eins og mörg ekki þekkja að það svo brothætt. Það svo létt að ýta einn vitlaust að taka og einhver formúla brotnaði eða 3 með aðgang að sama skjalinu og einhver gerði einhverju breytingu og allt skjalið hrunið. Og maður sé ófá svona Excel-skjölin sem þegar það opnast þá svona skjalið aðeins fara að hristast þegar skjalið opnað. Hérna inni ekkert að breyta neinu, það ekkert að skemma neitt. Þið getur mögulega fært einhverja flokka til eða breytt einhver formúlu sem að breyta tilbaka. En það ekkert að eyða færslum, það ekkert að eyða lyklum eða línum eða neitt, þannig það mjög erfitt. Og í þessari skýrslu, PTA-skýrslunni, þá þið með hérna, þið getur bara tekið út hvað þið viljið sjá í þessari skýrslu. Þannig að ef þið eigið til dæmis fund með stjórninni eða millistjórninum, þið eru bara að fara yfir rauntölurnar á móti budgetinu og þá bara hérna tekið út allt sem að tengist ekki í budgeti. Tökum hérna rólir budgeti líka bara út og þá breytir skýrslan. Og það líka hægt að flokka henni niður deildir, þannig að ef þið bara fara að skoða eitt verkefni þá þetta bara að prenta út það verkefni og mæta með á fund eða tala við verkefnastjóra. Þannig að þetta skjalið þetta adjusta líka bara til þess að það sýni það sem þið viljið sýna í hverju skýrslu án þess að fara ykkur svaka fyrirhöfn að breyta einhverju svaka skýrslum eða greiningum í Excel eða öðrum tólum. Þetta sem alltaf að taka saman í til dæmis samstæður eða gert svona samanburðarskýrslur. Þannig að til dæmis þessu hótelkeðja kannski með 3 mismunandi hótel á 3 mismunandi kennitölum og í 3 mismunandi bókhaldskerfum. Skiptir ekki máli fyrir okkur. Þá bara sett hvert og eitt hótel bara með sína greiningu og það hægt að taka saman og búið til samstæðu fyrir það öll 3 hótelin í einni greiningu sem hægt að fylgjast með á mjög auðveldan hátt. Eða þá einhvers konar samantekt, bara að skoða hvernig salan að ganga á þessum hótelum og ekkert annað. Og þá hægt að taka það bara saman úr það mismunandi kennitölunum, mismunandi greiningum og sett saman í eina greiningu. Og einnig þá til dæmis hefur verið með, mjög margir eru með þessar 2 kennitölur eða 2 félög. Og þá alltaf hægt að vera með sikkura greiningunum fyrir hvert, taka þess saman, búið til eina samantekta greiningu á mjög auðveldan hátt. Og þar kemur aftur að skiptir ekki máli hvaða bókhaldskerfi að nota. Þið getur með mismunandi bókhaldskerfi eða sagan í einu og svo færi ykkur í annað við tengjumst í öllu. Og þetta sem hægt að taka líka eins og ég nefni, við sækjum gögnin líka úr sölukerfunum. Þannig að við getum það gert bæði viðskiptamannagreiningu, vörugreiningu og eins og sést hérna. Þetta bara mjög létt demo-útgáfa sem við erum að sýna hérna inni. Það sem við með þá hérna, hvaða viðskiptamenn hefur búin að vera með, hvað vörur hefur verið að selja og þá er þetta að hafa viðskiptamennina sem filteringar og þá velja, hvað luxury tools ég hef búið að selja fyrir mig. Og þá sjáum við bara tölurnar af þeim vörur sem þetta fyrirtæki er búið að kaupa. Og við erum mjög mikið að sjá þetta til dæmis eins og í hótel- og ferðaþjónustunni að við erum með fyrirtækjum daginn sem er kynningu hjá okkur og kom inn að bara í vörugreiningu séð að allir kúnnar sem þeim voru endursöluaðilar sem voru komið til þeirra voru að kaupa bjór sem var aðeins dýrari heldur en næsti bjór eða minni framlegð af þeim bjór heldur en næsta bjór hliðina og þá sáum við bara strax í greiningunum bara heyrðu við hefum getið verið að selja þennan bjór og fá 50 kall meira fyrir hvert bjór sem við höfum að selja. Sami bjórinn þannig séð fyrir þeim en getur séð á mjög auðveldan hátt bara hvað þurfti að breyta til þess að búa til mjög háar upphæðir. Einnig hefur verið gaman að sjá þegar fólk sér á þessar greiningar að nokkuð sem lenti því bara að við erum með eins og hérna en sjáum við það er einhver viðskiptamenn sem eru bara með stöðuga veltu hjá okkur og við höfum alveg séð á fundum hjá okkur þegar við erum að setja upp og kynna kerfið og svo bara ein línan auð og þá bara glemst að senda reikning fyrir þann mánuð og það bara herðu, hérna er alltaf bara auð lína og enginn sendir neitt reikning og við höfum verið með það og við erum með fyrirtæki að fundi sem að það kom bara upp á fundina sem vorum að afhenda vöruna og svo sáum að fjármálastjóran alltaf bara hlaupa út af fundinum og hringja í bókhaldið og herðu, hérna það þarf að senda reikning, gangur núna og það var bara gert. Og við gátum þess að sóta í kerfinu okkur klukkustundum seinna þess að kerfið sem þið eru að horfa hérna allar tölur eru uppfærðar á miðnætti þannig þið eru alltaf með nýjustu tölur fyrir framan ykkur. Ég geti sen líka gert manual handvirt, sótt nýjustu gögnin
Þannig að það er stjórnarfundur í kvöld, voru að klára fullt af bókhaldi í morgun, þá get ég bara ítt eitt takka og tekur 2-3 mínútur fyrir að uppfæra kerfið og sækja upp allar tölurnar út frá nýjustu tölum. Þannig að stjórnarfundur í kvöld og þeirra bók allt saman þurfi ekki að setja sveitt fyrir fram en Excel og exporta alltaf nýjustu gögnunum og setja Excel-skýslunni ykkar eða í önnur kerfi. Og ég myndi að sjá hérna til dæmis úr viðskiptagreiningunum bara hvernig hver viðskiptamaður búinn að vera að versla hjá okkur, einhver þróun í því, hann hættur og aftur til þess að nefna dálítið svona ferðaþjónustuna. Þess að reksturinn þar bara oft svo viðkvæmur að það lítið að gerast og við höfum heyrt af til dæmis bara það sem að hótel búin að vera í viðskipti við endursöluaðila bara í mjög loka tíma og góðu viðskipti og svo skoða málaborðið á sér þá allt bara 1 mánuði bara engin sala. Það hefði ekkert heyrt við endursöluaðilanum með neitt og skildu ekki alveg hvað var að gerast. Kom í ljós að rauninu bara hinum með götturinn að nýtt hótelbúð opnað sem var búin að ná þessum samning. En þeir hefðu ekki tekið eftir því fyrir bara viðskiptamennirnir hefðu hætt að koma. Það er kannski 2, 3, 4 mánuðum setna sem þau hefðu tekið eftir því að nýtingi fór niður. Að þarna gætu við séð í mælaborðinu strax bara, heyrðu, það er ekki verið að bóka hjá okkur. Þessi viðskiptamaður hér bara hættur að bóka eða hann búinn að færa sig úr þessari verslun og okkar verslun yfir í aðra verslun. Og þetta grípa inn í strax og áður en skaðinn verður meira en það þarf að vera. Svo inn í þessu öllu, eins og Mikael segir, við erum búin að innleiða gervigreindartól inn í lausnina sem með aðgang á öllum gögnunum og þeim greiningum sem þið eru að skoða. Hann einnig, við köllum hann Roger, hann hérna alltaf tilbúinn og getur bæði aðstoða okkur með uppsetningar og líka bara verið svona aðstofar fjármálastjóri. Hann bara ykkar fjármálastjóri sem alltaf tilbúinn á netinu og getur greint gögnin fyrir ykkur. Þannig að náttúrulega tökum bara eitt live dæmi bara sem við ætlum að skoða hvernig hann virkar. Fáum að þess að greina þess húsnæðiskostnaðinn hjá okkur. Þannig að hvernig og að byrja hann hugsa og hann fyrir þá að skoða gögnin. Og það sem hann með aðgang að, hann með aðgang að í rauninu öllum færslunum ykkar og þið getið alltaf optað átt, þið getið slökkt á honum og bara hann sé ekki með aðgang, en greiningin hann bara að skoða þær greiningar sem þið eru þá með aðgang að. Hann getur greint færslurnar hjá okkur, hann getur greint lyklana, viðskiptamenn, aðgangsstýringar og allt. Þannig að hann getur raunverulega verið að bara hjálpa ykkur með allt sem þið eru að viljið sjá úr greiningunum. Þannig að hann og getur hann alltaf líka svona fyrir að forvitna, getið séð svona hvernig hann að hugsa, hvað hann að skoða á hverjum tímapunkti. Og hann búinn að finna hérna húsnæðiskostnaðurinn, hvaða lyklar eru undir honum og hvað ætlaði hann að skoða bak við það og byrjar að brjóta það saman, að brjóta það upp. Og ekki bara kemur hann með einhverja niðurstöðuhandtökur sem að segir ykkur þá hvernig húsnæðiskostnaðurinn er búinn að þróast, heldur kemur þá líka oft með ráðleggingar. Þannig að þetta tók nú létt undir mínútu. En hérna húsnæðiskostnaðurinn síðustu 3 ár. Milli 23 og 24 svaka hækkun og eitthvað sem að mögulega þarf að grípa í og svo aftur 7,5% hækkun. Tekur þetta saman fyrir ykkur. Sterk hækkun milli 23 og 24, greinilega búið aðeins að stýra henni hér. Viltu að ég skoða eitthvað nánar? Viltu að ég skoða ákveðni lykla? Og hann gerir oft aðgerðarplan fyrir ykkur. Og einnig bara getur spurt hann, bara, ég að standa mig vel? Og ég hef alveg séð það koma og það bara, já, þú ert að standa þig mjög vel hér og hér og hér, en hérna mætti kannski bæta aðeins, markaðskostnaður kannski aðeins komin úr böndunum hérna, en overall, þetta nú nokkuð flott hjá þér. Þannig að hérna eru bara með aðgang að í rauninu ráðgjafa sem gætu þurft alltaf að leita til að hringi vin eða hvað sem við geti alltaf byrja hérna bara spurt Roger að þeim vandamálum sem þið eru að lenda í. Og einnig virkar hann þannig að við skoðum hérna hann getur líka hjálpað ykkur með uppsetningarnar eða þið viljið breyta greiningunum eða viljið setja upp eitthvað nýtt. Þannig hérna til dæmis erum við búin að flokka einhver ákveðna liði, við komum hérna á þetta tæki, húsnæðiskostnaðinn og laun. En fáum hann hérna bara til þess að setja upp einu greiningu, bara ekki greiningu, setja upp flokka fyrir okkur. Bara búðu til flokkin rekstur tölvukerfis og ferðu þessa hérna lykla í hann. Þá byrjar hann bara að hugsa og skoða hvað þið eru að biðja hann að gera. Hann talar öll tungumál, þannig að þið getið alltaf talað við hann ykkar móðumáli.
hann skoðar þá hvað þarf að búa til og hann getur með þess að breytt. Það var eitt sem við svaklega flott daginn. Það voru með eitt fyrirtæki sem vildi bara fá annan lit á mælaborðið. Og þá gætu við tekið bara hérna litakóðin sem við viljum hafa. Já, ekki mál. Roger, taktu allan litakóði hérna út og settu þennan litakóð í stað. Og á 2 mínútum fór hann yfir all mælaborðin, breytti öllum rauða litnum í bláan og mælaborðið var tilbúið. Þannig að staðan fyrir að fara yfir hvern einasta flokk og breyta einhvern litum eða fyrirtæki í einhver rebrandingi, þá með einni skipun til Rogers bara, við erum í rebrandingi, allir þetta litakóði X, farðan yfir í þennan litakóða. Og það bara gerði hann á nokkrum sekundum. Og hérna sjáðu, hann er búinn að flotta hérna, búið til rekstur tölvukerfis, búinn að búið til flokking fyrir okkur. Hann biður alltaf leyfi, hvort það megi gera það sem hann er að hugsa. Þið getið líka slökkt á því og sagt bara hérna, ekkert verið að spurja með þessu, ég gerði þetta bara. Mjög þægilegt að svo get ég bara verið að svara tölvupóstum á meðan hann er að gera sitt. Og við höfum til dæmis sett upp nánast heila greiningu svona. Bara við tekið úr bókhaldskerfinu bara alla lyklana og alla flokkana sem að búið að setja upp þar. Eða eitthvað Excel-skjal sem búið að búa til. Hendur sinni í Roger, bara að gera þetta hérna. Svo sittum við bara á svörum tölvupóstum eða símtölum eða þjónustum okkar viðskiptavinni. Og Roger bara sér þetta fyrir okkur. Við erum komið. Búin að búið til rekstur tölvukerfis. Og hann er að setja inn lyklana baka. Sjáum við að rífresa núna greininguna. Rekstur tölvukerfis kominn. Allir lyklarnir flokkaðir. Þannig að þetta staðan fyrir að eyða fullta tíma inn í Excel og búið til nýja greiningu eða stjórnin vill fá að sjá einhver nýja tölur eða hvað sem er. Staðan fyrir að eyða fullta tíma inn í Excel og búið til einhver nýja greiningu handa stjórninni. Bara biðji ég Roger að gera þetta fyrir ykkur. Og hann gerir það með glöðu geði meðan þið svarið tölvupóstum eða fá ykkur kaffi eða hvað sem þið viljið gera. Þannig að þetta er svona grunnurinn af kerfinu og þið getur búið til eins mörg mælaborð og þið viljið hver og einn notandi getur gert sín mælaborð og að fylgjast með sínum tölum eða sínum rekstri sem að gera þetta mjög þægilegt og í notkun. Og líka bara eins og Mikael var að segja hérna áðan að nú har margir tæknirisar haft svona live demo með misgóðum árangri og að við getum hérna staðið fyrir framningu öll, við erum með live demo á kerfinu, það örugum það að þetta er ekki að klikka. Ég ætla að kenna tæknimönnunum að það kom ekki á skjáin hjá mér, ég ætla ekki að setja það á kerfið okkar. Að við erum það örugum með þetta, við erum standandi og það sem ég er að sýna ykkur hérna er bara nákvæmlega sama kerfi og þið var að nota. Ég er bara notandi inn á kerfið, ég er ekki með admin-réttindi í þessa greiningu og þetta er ekki einhver kerfi sem við stjórnendurnir innan Advisor með. Þetta er bara kerfi sem að þið varum aðganga. Allt sem ég er að sýna hérna er það sem þið getur gert. Þannig að tekur þetta mjög vel saman. Þá er það verðið sem er svona oftast follow-up spurningin að öllu þessu. Við erum búin að sjá allt kerfið og hvað kostar þetta? Það er hérna alltaf spurningi sem við fáum. Það sjálfsögðu. En við erum með mjög einfaldan bara verðstruktúr. Við erum í rauninni bara að horfa á stærð félagana og hversu mikla hýsingu og gögnum við þurfum að sjá bara mismunandi félögum. Hjá okkur mætti segja svona að það er 70% fyrirtækja eru í standardpakkanum. Það er það bara, eru með frá 50.000 til 1.000.000 færslur inn í bókhaldinu hjá okkur, sem þá reikningar eða línur í bókhald sem við þurfum að hýsa. Við erum ekkert að stýra kerfinu þannig að þurfum að kaupa eitthvað X aukalega. Þið erum með aðgang á öllu kerfinu. Það er ekkert eitthvað pay extra for this eða neitt. Aðgang á öllu kerfinu. Við erum með 3 notendur innifalda í startup-pakkanum okkar og 1 tengingu bókhaldskerfi. Ef þau eru sem til dæmis með 2 félög, 2 kennitölur, þá er raunin bara að bæta við seinni félaginu á afslætti og það bara borga 12.9 þá fyrir seinna félagið. En borgi alltaf þá bara 31.9 fyrir áskiptaleiðina og svo 12.9 þá fyrir auka félög eða auka tengingar þar inni. Og svo er líka hægt að bæta við auka notendum 2.9 á mánuði á mann og þá er líka hægt að aðgangsstýra þetta dálítið vel. Það kannski þegar að endurskoðunin fer fram þá getur bætt endurskoðunin þarna inn og svo þegar hann er búinn getur tekið endurskoðunin aftur út eða það er einhver breytingar í rekstrinu hjá okkur þá getur alltaf verið aðgangsstýra dálítið vel. Þannig þið getið sett upp í rauninni eins mörg félög og þið viljið. Stóðustu fyrirtækjum okkar sem við erum með 20 okkar félög inn í greiningunum sínum sem getur þá bæði eins og segið tekið saman, við erum með samantækta greiningar og
og séð sinn rekstur en hver framkvæmdastjóri í rauninni getur þá, forstjóri yfir batteríinu getur þá verið að fylgjast með öllu saman á þægilegan og notendavænan hátt. Og það sem við erum að bjóða núna það að það er QR-kóði sem ég setja upp núna, hann kemur nú aftur og eftir, hann ekkert hafi ákveðið að þið missi á honum, en þið getur rauninni skráð fyrirtæki inn núna, þið getið sett upp sjálf, tengt sjálf, þið getið gert þetta allt sjálf, við erum alltaf til aðstoða ef þess þarf. Þið getið fengið okkur til að sjá uppsetninguna, við erum bara með fast gjald bara á hverju uppsetningu sem er 100 kall bara fyrir heilu uppsetningu, sparar ykkur fullt af tíma, við adjustum það líka greiningunum fyrir ykkar. En með því að skrá fyrirtæki hver inn með QR-kóðun sem er núna og kemur aftur eftir, þá fáið 15 daga í kerfinu til þess að leika ykkur og getið tengt kerfið ykkar, tengt fyrirtækið, settu fyrstu greiningarnar ykkar og pröfa ykkur áfram. Fyrst 15 dagarnir eru fríir og enginn rukkum fyrir bara eftir þá daga. Og þá getið alltaf slökkt á tengingunni ef þetta hendar ekki eða alltaf bara sett allt upp og byrja að nota. Þannig að, og þið sem náðu ekki að taka þetta núna, við munum alltaf senda tölvupóst fylgi eftir þessum fundi og þið fáið all póst frá okkur. Það sem við líka erum með sama boð, þannig að þið getið skráð fyrirtæki ykkar, bara setja ykkur upp og byrja að vinna. Þannig að þetta er það einfalt að þið getið í rauninni sett þetta upp bara á nokkuð klukkustundum og við erum komin með allar þessar greiningar sem ég hef verið að sýna ykkur. Þannig að þetta er svona dálítið deep dive inn í kerfið og sýna hvernig það lítur út. Þannig að við langarum bara að sjá hvort það séu nú einhverjar spurningar frá ykkur, eitthvað sem þið viljið spyrja út í eða hvernig ætti að nota þetta eða hvernig þið eru að nota þetta, en velkomið að spyrja eða ef þið hafið einhverjar pælingar. Já. Nei, við erum með, þetta tengist einmitt bara bókhaldskerfunum og þá sölukerfunum í bókhaldinu. Við erum með tengingu við CSV-skrá líka, það er hægt að tengja skrám sem er þá bara app sem er sett upp og þá bara hægt að fýta appinu með bara CSV-skráningum og hægt að gera greiningar á þeim. En á meðan til dæmis eins og tala bókun, ef það er fært inn í bókhaldið eins og með viðskiptamennina og það allt það, þá getum við tekið út sömu gögnin og getum verið að sjá þar. Við sjáum þetta mjög mikið eins og með hótel til dæmis, hótel sem eru að nota til dæmis Travia, geta þá séð nýtinguna, þeir geta séð fjölda bókana, geta séð viðskiptamennina og svoleiðis úr bókhaldskerfinu, en annars væri þá einhvers konar CSV-skráning sem við myndum setja upp á móti. Fleiri spurningar? Já? Já. Roger er inn í öllum aðgöngum, en hann sér það bara það sem þú sérð. En hann getur bara spurt út í sinn aðgang og sína deild, hann er út með verslunarstjóra til dæmis, þá sér hann bara sína verslun og getur ekki spurt hvað er nú stjórnin með í laun. Hann getur ekki fara út fyrir sitt svið. En jú, hann er alls þar. Hvað fleiri spurningar? Já, það er hérna fyrst. Já, nú bæði þetta setja upp vörugreiningu bara alveg, hann sér bara þína vörur og þína vöruflokka og getur líka spurt á Roger út í það. Og hann getur líka hjálpaði með uppsetninguna á því hversu mikið til dæmis verið með bara hversu mikið ég að selja þessu vöru merki. Og þá getur spurt Roger bara hvernig er þessi verslun að kaupa, hversu mikið er þessi verslun að kaupa af þessu vörumerki hjá mér síðustu 3 ár. Þá bara gerir hann greiningu á bak við það. Já, takk fyrir það. Ég var bara að velta fyrir mér hægt að nota Roger sem er rekstrarreikninginn á íslensku. Já. Ég þarf eiginlega að hafa það á ensku ef hann þetta fyrir mig að vera að breyta þessu. Ég bara að biðja hann að gera nýja skýrslu á ensku. Já. Getur bæði gert annarkvort búið til nýja greiningu. Bara gerðu bara alveg eins greiningu og hér fyrir mig en hafðu það á ensku. Tekur 10 mínútur korter eitthvað svoleiðis, bara farið ekki með alla lyklana og allt saman. Eða þú getur beðið að þýða hina greininguna. Bara farðu yfir þessa greiningu hérna og þýddi hann alla fyrir með ensku. Og meðan getur þú bara einmitt verið fengið kaffibolla og notið lífsins. Já? Ég vissi þessu spurning myndi koma. Eins og kerfið styður akkurat núna þá erum við ekki með sjóstreymisgreiningu, en hún er á leiðinni.
Það er bara búið að teikna hann upp hjá okkur og það er bara verið að hefjast handa að setja hann upp. Hún var ekkert það flókin uppsetningu en það mun ekki taka okkur of langa tíma að fara í. En við erum vonast til að hún verði komin í kerfið fyrir part þessa árs vonandi. Framkvæmdastjórinn kinkaði kolli, þannig að ég ætla ekki að horfa á tækniteymið, sjá hvað þeir segja. Það er á leiðinni, það er ekki komið. Ef það er ekki fleiri spurningar, þá bara endilega líka eftir fundin bara komið og tala við okkur. Við erum allt teymið og flesti merktir og bara endilega komið og tala við okkur og spjallið og svo er nafnspjöldin okkur á borðinu líka, bæði hjá mér og Gunna, sölu- og markaðsstjóra. Bara endilega hafa samband við okkur, byrja að skrá okkur inn og setja upp fyrirtæki, hafa sem samband við okkur og við munum náttúrulega líka fylgja eftir skráningum. Og ef einhver sem vil líka kalla við salinn eða einhver sem eins og þið eru að nota og þeir líka sem eru að nota kerfið sjálf, sem eru notendur nú þegar. Endilega getur alltaf haft samband við okkur, við getum líka alltaf komið til ykkar og haft svona smá demo fyrir ykkar fyrirtæki eða farið alltaf dýpra í ykkar greiningar. Þannig að við erum alltaf tilbúin að koma og hitta ykkur og spjalla og fá kaffi og allt það. Þannig að bara ekki hika við að hafa samband við okkur. Annars þakka bara kærlega fyrir mig og ætla að fá að bara þú taka þakka bara kærlega fyrir mig og býð mig að aftur upp á sviði. Við ætlum bara að keyra þetta áfram. Þetta er tæknilegt og þungt en vonandi það áhugavert að við höldum fókus yfir í næsta erindi. Ásta María ætlar að koma og segja okkur aðeins frá því hvernig að stjórna fyrirtæki í ferðaþjónustu og hvaða áskoranir eru þar sem að þarf að vinna með og leysa og hvernig svona gögnin og fjárhags- og sölugreiningar nýtast í rekstri ferðaþjónustu fyrirtækis. Ég ætla líka kannski bara að hvetja ykkur bæði núna og eftir að það eru ágætis blanda hérna af núverandi notendum og þeim sem eru áhugasamir. Endilega spjallið saman við borðin og spurðið kannski þá sem að nota lausnina hvernig hún að nýtast og fáið hugmyndir. Berið saman við hvað þeim myndu gera sjálf. En bjóðum Ástu Maríu velkomna á svið og þetta var mjög áhugavert erindi frá henni. Góðan daginn. Takk kærlega fyrir að bjóða mér að vera þetta með ykkur strákar. Mjög skemmtilegt. En þeir sem að starfa í svona sveiflukenndu rekstrarumhverfi eins og ég geri vita að það er að við þurfum að geta rýnt stöðuna og tekið mjög skynsamlegar ákvarðanir bara mjög hratt og örugglega út frá raungögnum og þó það sé allt á full swing og fullir hreyfingu eins og ferðaþjónustan er í eðli sínu. En til þess að setja þetta allt saman svona í samhengi það sem ég er að gera daglega, þá er svona eiginlega mjög mikilvægt að ég byrji á því að segja frá sjálfri mér og mínum bakgrunni og fyrirtækjunum sem ég er að stýra og haldi svo áfram inn í það hvernig ég er að nota Advice. En já, ég heiti Ásta María og er Maðurinnarsdóttir og er fædd og uppalin á Hvítanesi í Hvalfjarðarsveit. Ég er jarðfræðingur mennt. Ég kláraði verslunarskólann, flytt til Reykjavíkur 16 ára, kláraði verslunarskólann og kláraði svo jarðfræði frá Háskóla Íslands. Þannig að og hef svo störf í ferðaþjónustu svona aðeins með háskóla og strax eftir háskólann þá er ég þessi típiski starfsmaður í ferðaþjónustu ætla að stoppa í 1 sumar, 1 ár, svo koma tækifærin og ég bara ákveða að halda áfram í ferðaþjónustunni. 2013 þá hef ég störf hjá Special Tours sem móttökustjóri og fæ svo tækifæri 2015 til að taka við sem sölustjóri og það sem er fólgið í því þá er ég að sækja sölusýningar erlendis, fara á vinnustofur og mest allt er þetta í samstarfi við Íslandsstofu og mynda bara tengslanet og svona við markaðinn. Svo þegar ég kem tilbaka úr mínu öðru fæðingarorlofi 2022 þá býðst mér tækifæri innan Special Tours að taka við sem framkvæmdastjóri. Ég var svona smá hikandi fyrst verið að viðurkenna en ákvað svo að grípa gæsina. Samhliða þessu öllu saman þá hef ég sinnt ýmsum trúnaðarstörfum. Ég
hef sitið í afþreyingarnefnd hjá SAF, sit í dag sem formaður siglingarnefndar í SAF, í fulltrúaráði samtaka atvinnulífsins, sit í stjórn Icewhale sem eru hvalaskoðunarsamtök Íslands og svo stjórnarmaður í AFS skiptinema samtökunum. Þannig að þetta minn bakgrunnur og kannski segir aðeins meira frá hversu mikið advice getur hjálpað mér í mínu daglega lífi. En eins og gefur að skilja, vantar nútsið á. Þarna klikkaði Óla tækninni, sko. Glæsilegt. Takk fyrir. Afsakið. En Special Tours, þeir sem ekki hafa heyrt Special Tours áður, þá sérhæfir Special Toursi í sjótengdri ferðaþjónustu og þetta byrja allt saman fyrir einhverjum 30 árum síðan með Skúlaskeiði sem eini eikarbáturinn okkar sem í operation. Þar vorum við var fyrirtækið að sigla í lundaskoðunarferðir og með skólakrakka og fyrirtækið á því mjög langa sögu. En eins og gefur að skilja þá ferðaþjónusturekstur mjög fjárfestingafrekur og vöruframboðið þarf að vera gott og við þurfum að halda í við eftirspurn með nýjungum og auknu framboði í vörur sem eru að ganga vel nú þegar. Bátar eru auðvitað gríðarlega mikil fjárfesting, það þarf að vera með rétt leyfi, haffærisskírteini, farþegaleyfi, sjá til þess að allt starfsfólk sem tilskilin leyfi til þess að starfa á bátunum og við höfum keypt báta sem hafa áður siglt í farþegaflutningum og bara frá A til B og þá þarf að breyta þeim í báta sem henta í útsýnissiglingar og við þurfum að koma upp aðstöðu fyrir gesti og starfsfólk og það hefur gert nokkuð vel í Reykjavík og á Akureyri í nýju húsnæði sem við erum með þar við Hof. Á hvalasafninu þar erum við með 23 hvalalíkön í fullri stærð í tæpum 2000 fermetrum og þar erum við að fara áfram í frekari fjárfestingar og umbætur á safninu. En það bara gaman að segja frá því og merkilegt að á síðastliðnu 10 árum þá hefur vöxtur tekna félagsins það bil 5-faldast og við höfum að ráða 6 bátar sem að rúma samtals 500 farþega, velta félagsins 1,3 milljarður og ársverkin eru 54 en þau eru vissulega mjög sveiflukennd eins og gefur að skilja í ferðaþjónustunni. Ég ætla aðeins að fara bara svona stuttlega yfir vöruframboðið okkar. Við erum náttúrulega, okkar helsta vara hvalaskoðun. Við erum að bjóða upp á 3 tegundir hvalaskoðunar. Það Völuspá Classic, Express og Rib Express og það bara fer eftir hvers konar bátum við erum að sigla í þessar ferðir. Special Tours var frumkvöðull hér á Íslandi í því að fara í kvöldsiglingar og skoða norðurljósin. Og það konsept sem hefur búmað alveg rosalega og gengur alveg rosalega vel. Enda ekkert rómantískara heldur en að fara í kvöldsiglingu út á Flóa og skoða norðurljósin, sérstaklega eins og það vera núna upp á síðkastið. Svo það sem startaði þessu öll saman á sínum tíma, lundaskoðunarferðirnar okkar á litla sæta Skúlaskeiðin okkar. Það ekkert margir höfuðborgarbúar í rauninni sem að vita það að við erum með yfir 15.000 pör af lundum bara rétt úti á eyjunum okkar, rétt úti við Reykjavík. Sjóstangveiðin, það mín uppáhaldsferð, rosalega aktív og hentar vel í svona hvataferðir og fyrirtækjaferðir líka. Situr svona ákveðið keppnisskap í fólk, hver með stærsta fiskinn eða mesta aflann. Hvalasafnið, það stærsta hvalasafn í Evrópu, ef ekki bara öllum heiminum. Þar erum við með þessi
23 hvalíkon í fullri stærð og í fyrra fögnuðum við með 10 ára afmæli safnsins og þetta Special Tours kaupir Hvalasafn 2018 og þetta var bara kjörin viðbót inn í flóruna hjá okkur að böndla saman hvalaskoðun og miða á hvalasafnið. Þar erum við einnig að nýta hvalasafnið mikið til viðburðahalds, mjög skemmtilegur salur til bara allt frá því að vera svona einfaldir starfsmannafundir upp í bara full-blown rosa gala árshátíðir eða jafnvel bara tónleikar. Reykjavík Röst svo lítið kaffihús sem við eigum og rekum við gömlu höfninni í Reykjavík í grænu verbúðarhúsunum, agalega notalegt og það í rauninni bara svona aukin þjónusta líka bara við okkar viðskiptavini. En þess má geta að Special Tours þjónustaði hér í Reykjavík og Akureyri 120.000 borgandi farþega árið 2025 og á Hvalasafni komu 50.000 gestir ár hvert. En ferðaþjónustan auðvitað mjög sveiflukennd og hún árstíðasveiflur eru miklar. Og síðastliðin ár hefur ferðaþjónustan vissulega unnið að því að minnka þessa árstíðasveiflu og fletja svona kúrfuna út. Svo virðist sem að við séum aðeins að fara tilbaka í því kúnnar eða viðskiptir ákveðnir markaðir eru að breyta aðeins sinni ferðahegðun og farin að sækja meira í þetta coolcation eins og orðið svona frægt. Fjöldi ferðamanna Keflavíkurflugvöll árið 2025 var 2,3 milljónir og þið getið rétt ímyndað ykkur þennan vöxt sem við fórum í gegnum árin 2013 til 2018, 200%. Og ferðaþjónustan hún orðin svona býsna sjóuð í því að bregðast við óvissu og þessum sveiflum. Við náttúrulega að fer allt af stað 2010 eftir Eyjafjallajökul, svo verður fall Vá og svo kemur COVID þar sem 80% samdráttur og núna Play og svo alltaf verið að hugsa einhverjar enn frekari álögur á ferðaþjónustuna og þið sjáu það hvernig við erum að keyra upp, hvernig ferðaþjónustan að fjöldi ferðamanna keyrist upp inn á háanuna af láguninni gríðarlega hratt og þetta getur verið töluvert flókið að bregðast við og vinna með. Bara í innviða uppbyggingu og mönnun og sjá til þess að það fái allir sem besta og skemmtilegustu upplifun af Íslandi. Það einmitt það sem svona fallegt við ferðaþjónustuna, það þessi elja og samvinna og samstarf sem sem einkennir okkur og við erum öll að vinna sama verkefninu. Hér sjáum við hvernig Special Tours fylgir þessari kurvu algjörlega. Við erum að keyra okkur upp þarna inn á háönuna 205% og svo aftur inn í veturinn niður 65%. Velta Special Tours 1,3 milljóra króna síðastliðið ár og ég get ímyndað ykkur hvernig það að keyra sig upp úr því að vera einungis með 2 brottfarir á dag eins og núna yfir háveturinn upp í það að vera með alltaf 30 brottfarir á dag. Þetta krefst mikils undirbúnings og vinnu hjá öllum þeim sem að starfa á gólfinu á skrifstofunni hjá okkur og það taka allir þátt. Við hjá Special Tours erum einnig að eiga við mjög svona sértæka áhrifaþætti sem við höfum í rauninni ekkert með að gera. Það dagsbirta. Ég fer ekki út á hvalaslóð með fólk í kolnaða myrkri í desember, þannig að þá ég búin að takmarka mig strax þar við bara 1 brottför á dag þó svo að ferðamaðurinn sé á landinu. Veðrið auðvitað okkar helsti áhrifaþáttur. Við förum ekki út þó svo að mínir bestu skipstjórar séu algjörir sjóhundar og myndi vilja fara út í hvaða veðrun sem þá get ég ekki boðið farþegum upp á það til þess að búa til fallega og góða upplifun. Ölduhæðin auðvitað stór þáttur. Það getur verið mjög erfitt að útskýra fyrir ferðamönnum sem að koma niður á bryggju til okkar og
í góðri, fallegri sunnanátt í júlí þar sem að bara Austurvöllur er æðislegur og allt frábært en það er bara bölvuð bræla út á Flóa og við þurfum að aflýsa ferðin okkar. Skíahaulan, þetta eru agaleg fræði og mikla pælingar hjá okkur í sambandi við norðurljósasferðin okkar. Það er ekki alltaf hægt að bara kveikja á þessum elsku norðurljósum. Hvalagengd, hún hefur mikil áhrif á okkur, áhrif á reksturinn okkar, eins og í Eyjafirði þegar að hvalurinn er lengst úti við Hrísey og við erum að sigla frá Akureyri. Þetta er bara gríðarlega mikill aukinn olíukostnaður í rauninni og við þurfum að ná þessu á ákveðnu tímaramar. Við erum sem betur fer með góða báta í þetta en það kostar okkar töluvert meira ef að hvalurinn er langt í burtu og svo á hinn bóginn erum við búin að vera agalega heppin í Reykjavík í vetur því kannski bara hafi séð hvalárskoðunarbátana við Sundabraut. Það er afkomu viðvörun hjá olíufélögunum held ég. Það er enginn að kaupa olíu akkurat núna. Og svona með lund á stofninn. Á sínum tíma þá tóku við þessi stærstu félög við gömlu höfnina þá ákvörðun að vera ekki að fara að skoða lundan á stóru bátunum og þetta hafði bara áhrif á siglingaáætlun hjá okkur. Bæði neikvæð, við tókum það út úr hvalárskoðunina en líka jákvæð því þá gátum við fókusera á að vera með sérstaka lundaskoðunarferð og það er svona einu af okkar stærstu ferðum í dag yfir sumarið. En svo við förum kannski að snúa okkur að notkun minni á Advice. Þá höfum við sett upp svona ákveðnar skulum þá byrja á því hins vegar að eins og kom fram í mínu bakgrunni, mín sérþekking liggur alls ekki í fjármálum eða bókhaldi. Mín sérþekking er í sölu og markaðsmálum og valjuð mitt sem framkvæmdastjóri fyrir Special Tours er auðvitað bara þekking mín á félaginu, hafandi verið hjá félaginu í öll þessi 13 ár. Og svo er ég bara með gott fólk mér við hlið og gott tól til þess að aðstoða mig í þessum rekstri og ákvarðanatökum dagsdaglega. En við höfum sett upp svona lykilstærðir í reksturinn þar sem Advice hjálpar mér að skilja og fylgjast með þessum svona ákveðnu þáttum sem hafa áhrif á okkur og eru relevant fyrir mig bara daglega. Og það sem er svo gott fyrir mig er líka að það er allt á sama stað. Þetta er ekki allt í einhverjum milljón Excel-skjölum hingað og þangað og það tekur alveg heila eilífið að fara í gegnum það. Og bókarinn minn og fjármálastjórinn hjá okkur, við erum ekki í sama húsi, við erum ekki í sama skrifstofahúsnæði, þannig að það er mjög mikilvægt fyrir mig að hafa bara greiðan aðgang að þessu og geta skoðað þetta sjálf. Í uppsetningunni þá er eins og Óli sýndi bara mjög vel áðan, að þá erum við búin að flokka saman bókhaldslykla sem að endurspegla reksturinn okkar og þá fyrir mig þegar ég er að greina reksturinn og skoða fráveikin að geta svo sprengt út flokkana niður á bókhaldslykla og skoða enn betur hvað er á bakvið þessa hvern og einn bókhaldslykil. Og þetta gefur mér þannig tækifæri til þess að kafa í bókhaldsfærslurnar án þess að fara inn í bókhaldskerfið sjálft sem að getur bara verið heljarnar frumskógu líka að fara inn í bókhaldskerfið. Og þannig er ég með svona eftirlit með rekstrinum og svona nokkuð konar eftirlit með bókhaldinu líka, hvort að færslur sé að rata á rétta staði, hvort að sé eitthvað sem að vantar og geta brugðist við bara strax. Og þá er ég bara búin að finna færslurnar og finna skýringar áður en ég fer að angra hann elsku ragga minn í bókhaldinu með einhverjum athugasemdum. En við Raggi, bókarinn hjá okkur, við notum einmitt Adviceið mjög mikið saman til þess og rennum saman í gegnum það fyrir svona allar stjórnarfundi og allar svona áður en við erum að fara í gegnum einhverjar ákvarðanatökur. Ég hef notað einmitt high level yfirlitið í Adviceinu fyrir stjórnarfundi hjá okkur og mér þykir
Líka mjög mikilvægt og mjög gott að geta nýtt advice með mínum millistjórnendum. Og það eru ég með rekstrarstjóra á Hvalasafninu og rekstrarstjóra á kaffihúsinu, Reykjavík Röst, sem eru heldur ekki með mikinn bakgrunn í fjármálum eða bókhaldi og þá er mjög mikilvægt að þau hafi aðgang að sínum upplýsingum og geti greint og verið búin að skoða það áður en við tökum svo fundinn saman og förum yfir reksturinn og skoðum frávik eða hvernig við ætlum að setja upp áætlanir. Svo höfum við sett upp mjög flotta sölugreiningu niður á viðskiptavini sem að sölumarkaðsstjórinn minn hefur aðgang að og það er mjög mikilvægt fyrir afþreyingarfyrirtæki eins og okkur sem erum að selja mikið í gegnum þriðja aðila að sjá hvort að einhver sé að detta út eða hvort það sé dropp í einhverjum og getum flokkað þá saman. Við erum með bara ferðaskrifstofur, íslenska ferðaskrifstofur saman í flokka, erlenda ferðaskrifstofur, OTAs eða þessar stóru bókunarsíður, erlendu bókunarsíður, hvar við erum að stækka eða minnka. Þetta er mikið notað hjá okkur. Svo er það áætlanagerðin. Það eru eins og þegar við kannski orðið vör við bara í fréttaflutningi bara síðastliðna mánuði þá þarf að skipuleggja ferðaþjónustu rekstur með töluvert löngu fyrirvara. Við erum til dæmis að verðleggja okkur 1 til 2 ár fram í tímann en samt sem áður að bregðast við aðstæðum á bara hverjum degi. Og við gerð áætlana þá þarf að setja upp plan hvað og hvernig við ætlum að ná þeim árangri sem við erum að stefna að. Og það er ýmsir þættir sem að koma þarna auðvitað að. Hjá okkur eru það þessir lykilþættir sem við sjáum hérna. Það er bara eftirspurnin, hvernig er eftirspurnin inn til landsins, eftirspurnin eftir okkar vöru. Við ætlum að halda markaðshlutdeild, 20% ferðamanna fara í hvalaskoðun á landinu. Við ætlum að halda okkar hlutdeild þarna, hvernig ætlum við að gera það? Eru einhverjir nýir viðskiptavinir, einhver hitlisti? Er eitthvað nýtt vöruframboð? Ætlum við að auka við tíðni ferða? Við þurfum að áætla fyrir genginu inn á næsta ár. Hvernig það verður? Já, fingurinn út í loftið eitthvað. Og þannig að sumir ytri þættir eru eitthvað sem eru bara opinber gögn og svo þarf bara að mynda sér sjálfstæða skoðun í öðrum tilvikum. Og svo þarf að skipuleggja kostnaðarþáttinn og það er bara markaðssetningin og kostnaðurinn í kringum hana. Hvernig við ætlum að haga siglingaáætlunin okkar, opnunartímum skrifstofan okkar og bara hefur eitthvað, ætla ég að manna bátana þannig að ég sé alltaf full mönnuð eða ætla ég að halda lágmarksmönnun, setja upp eitthvað gáfulegt vaktaskipulag, eru kjarasamningar að breytast, er olíuverði eitthvað að fara, eitthvað að hnika til, hafa tryggingar hækkað og svo þetta viðhaldi sem er einn af okkar stærstu kostnaðarliðum einnig, hvernig ætlum við að setja upp viðhaldsáætlun fyrir næsta ár. Já, þannig að við erum að reyna að gera ráð fyrir öllum þessum ytri áhrifaþáttum og sækja þá fram með sértækum aðgerðum og gera breytingar þá með tilliti til eftirspurnar og sérstaklega með hagkvæmni að leiðarljósi. Þetta eru þeir aðilar sem hafa aðgang að gögnunum hjá okkur og upplýsingarnar eru vissulega allar þær sömu í grunninn. Það er verið að sækja upplýsingarnar allar á sama stað og þannig að það er engar breytur. Það er ekkert búið að vista eitthvað Excel-skjal öðruvísi hér og svo er verið að vinna með það sama og mönnir að tala saman sitt hvort Excel-skjalið. En þó að nýtingin á gögnunum séu þetta mismunandi, það er á milli þessara aðila. Ég er að skoða advice og gögnin með mínu fólki og með fjármálastjóra og bókara og svo hafa hluthafar og stjórn aðgang að kerfinu hjá mig líka og svo er þetta allt bara spurning hvernig erum að nýta það. Erum við að skoða gögnin til áætlanagerðar? Erum við að greina bara frávikin? Erum við að nota það til þess að undirbúa stjórnarfund? Ég nota, eins og ég sagði áðan, high level yfirlitið mjög mikið til þess að undirbúa stjórnarfundi
eða erum við að meta auknar tekjur, meta fjárfestingar út frá auknum tekjum? Bara hvernig erum við að nýta þetta? En það vill oft vera þannig að framkvæmdastjórar í svona fyrirtækju sem að vaxa frá því að vera lítil og upp í að vera meðalstór hafa marga hatta. Ég að sinna svona starfsmannamálum, að mikill tími sem fer í starfsmannamál hjá mér og einhver leyti fjármálin, verkefnastjórnun, sinna sölu og markaðsmálum með sölu og markaðsstjóra og teyminu okkar. Við erum að skoða hvað við getum gert, hvort við getum gert einhverjar nýjungar, kaupa fleiri báta, ég er með svona bátablæti og halda áfram í bara auknum fjárfestingum, hvort sem það er með Special Tours, Hvalasafnið eða á kaffihúsinu okkar Reykjavíkur Öst. En við höfum einmitt vaxið upp úr því að vera lítið og meðalstórt og erum nú í dag orðin hluti af enn stærri heild, Arctic Adventures, síðan 2024 og fæ þar inn auðvitað meira bakland, en það eru auðvitað meiri kröfur gerðar til mín að vera að greina tölurnar mínar og sinna þeim, skoða frávikin og geta verið með upplýsingar og útskýrt hvað það er sem ég er að skoða. Það er einmitt einn af mínu bestu vinum, hann Roger, inn í Advice. Og verkefni verða fleiri og stærri og miklu flóknari og þá er mikilvægt að innviðir og tæki og fólkið allt saman þróist með. Og þá er einmitt afskaplega gott að vera með Advice í höndunum til að geta tekið upplýstar ákvarðanir hvað við ætlum að gera og hverju það á að skila og geta fylgt því eftir með auðveldum hætti og svo brugðist við ef einhver frávik verða. Þannig að ég lærði svo mikið á Óla áðan, þannig ég er bara mjög spennt að fara heim og prófa meira En ég ætla að láta þetta vera mín lokaorð í dag og ég þakka bara kærlega fyrir. Takk fyrir þetta, Ásta. Það er gaman að fá svona innsýn inn í störf stjórnenda. Það er eiginlega það sem að mér þykir skemmtilegast. Það er að fá að vinna með stjórnendum, fá að aðstoða þá við að setja upp sína greiningar og sjá svona oft á tíðum gleðina þegar að tekst að stilla þessu upp mjög hratt og kannski fara fram úr væntingum stjórnenda. Af því að það er auðvitað meginmarkmiðið, það er að gera stjórnendum kleift að stýra sínum rekstri betur og ná betri árangri. Síðasta erindi í dag er frá KPMG. Haraldur Örn Reynisson ætlar að kynna fyrir okkur nokkrar áhugaverðar staðreyndir og viðbót við þjónustuframboð KPMG sem er mikil þörf á og við höfum séð höfum verið að ræða þetta við KPMG í nokkurt skeið og fengið að fylgjast með hvernig þessi vara verður til og ég er viss að mörg fyrirtæki muni nýta sér hana á komandi misserum. Haraldur Örn, gjörðu svo vel. Komið þið sæl öll. Takk fyrir að bjóða okkur og takk fyrir fróðleg erindi. Bæði náttúrulega mjög áhugaverða yfirferð á því hvernig við setjum kerfið upp hjá Óla og ekki síður líka bara að fá aðeins innsýn inn í svona þá mörgu hatta sem þeir eru að reka íslensk fyrirtæki í dag þurfa að vera með og ótrúlega víðtæka þekkingu. Nú veltið því örugglega fyrir ykkur af hverju þið sitjið uppi með löggiltan endurskoðanda á mánudegi og klukkan er ekki orðin hádegi. Ástæðan er svo að þó að ég sé endurskoðandi þá hef ég miklu meira gaman að því að vera úti í feltinu með fólkinu sem er að búa til verðmæti. Ég treysti því að ég farið ekki lengra með þetta en ég fletti pappírum alla daga og ég er ekki viss að það flokkist undir það að búa til verðmæti alla daga. En við erum nauðsynlegir hlutir náttúrulega í viðskiptum eins og aðrir einstaklingar og við þurfum að þróast. Og okkar þjónusta þarf að taka breytingum og mið af því hvað er að gerast í samfélaginu með tilkomu
tæknilausna eins og Advice, en einnig þeirra krafna sem eru gerðar í auknum mæli til þess að við höfum ótrúlega yfirgripsmikla þekkingu og skilning á okkar svona ytra umhverfi. En það er samt yfirsýnin sem að gerir okkur kleift að stýra skútunni í því umhverfi sem að fyrirtæki að starfa og hafa reyndar alla tíð starfað á Íslandi. Hvaðan kem ég? Ég er upprunalega búfræðingur. Það hefur nú margoft gert mig gagn að vera búin að rækta jörðina, en í búfræði og landnýtingu er það skipulag til lengri tíma sem að skilar okkur ávinningi. Til þess að hafa það, þá þurfum við að hafa yfirsýn. Ég hef starfað með fjölda alla fyrirtækja, bæði í ráðgjöf og endurskoðun, og við þekkjum þær áskoranir sem að fyrirtæki standa frammi fyrir á Íslandi. Það er harðnandi samkeppni á markaði. Það eru vextirnir. Það líður varla svo dagur en að Íslendingar tala vextina, og eftir því tölum við verðbólguna og svo tölum við veðrið reyndar. En við tölum líka örar tæknibreytingar og launakostnað og svo ríkisvaldið. Og það sem við upplifum örugglega, eins og bara allir einstaklingar sem eru á þessari hnetti, er þessi síaukni óstöðuleiki. Þá er erfitt að átta sig á því hvaða ákvarðanir á ég að taka, hvernig á ég að haga mínu rekstri. Það var framkvæmd könnun meðal íslenskra og alþjóðlegra stjórnenda og við fórum yfir hana á framtíðardegi í KPMG. Ég ætla bara að birta, hafið ekki áhyggjur, ég ætla ekki að fara yfir með ykkur 50 kennitölur og svo spurningalistan allan, ég ætla að hafa þetta frekar einfalt. Þeir voru spurðir bara 2 spurningar hérna sem eru áhugaverðar. Tekjuhorfur til næstu 3 ára, alþjóðlegir stjórnendur sögðu 96% gera ráð fyrir að það verði einhver vöxtur í tekjum. 4% segja það verður líklega óbreytt eða samdráttur. Við erum heldur svartsýnir, Íslendingar, heldur en alþjóðlegir stjórnendur. Það eru 67% sem að gera ráð fyrir einhverjum vexti, en það eru 33% sem að gera ráð fyrir að hann sé óbreyttur eða jafnvel dragist saman. Taka fram Íslendingar er nú almennt mjög bjartsýnt fólk, annars væri hún ekki stödd hérna upp á þessum klaka. Og þá er eðlilegt að spyrja í framhaldinu, hvað ertu búin að gera til þess að aðlagast þessu? Ef að Íslendingar gera ráð fyrir því að það verði samdráttur eða bara stöðugar tekjur, þá er eðlilegt að setja það í samanburð við það sem aðgerðir. Erlendir stjórnendur, þeir segjast vera búin að aðlaga, 72% þeirra, og 28% ætla að aðlaga. Íslenski stjórnendur, þá eru 22% búin aðlaga. Við erum kannski aðeins sein úr blokkunum, veit það ekki. 29% ætla að aðlaga, en nándarnæri helmingur hefur ekki brugðist við. Þetta er ekki vegna þess að við séum eitthvað kærulausari, vil ég meina, heldur en aðra þjóðir. Heldur mögulega skortir okkur tæki og tól til þess að ná yfirsýn. Og þegar það er mikil óvissa, þá er annað einkenni það að við drögum það að taka ákvarðanir. Við vitum það að við þurfum að taka ákvörðun, en við drögum það að því að við erum alltaf að reyna að safna fleiri upplýsingum og fá meiri innsýn inn í hvert er raunverulegt vandamálið og hvaða áhrif hefur ákvarðatakan á félagið mitt. Yfirsýn, rekstrar, stefna, þetta endar allt í einhverju ákvarðanatöku. Þegar ég er búinn að setja einhverja stefnu fyrir félagið, það getur verið að viðhalda afkomunni og umfanginu. Það getur verið vöxtur en það getur líka verið samdráttur. Allt endurspeglast þetta í einhverju stefnu félagsins. En yfirsýn hefur svona, og þið sjáu að það er rauður þráður í gegnum þá þjónustu sem við erum búin að vera að þróa er yfirsýn. Hún skapar auki rekstrarþol og svona getur til þess að bregðast við áföllum og óvissu. Ferðaþjónustan er eitt dæmi atvinnugrein sem er mjög flókið að reka fyrirtæki í. Það eru miklar sveiflur, við erum búin að sjá áhrifaþættina. Margir þessar áhrifaþættir er eitthvað sem þú hefur engin áhrif á, en þú þarft alltaf að vera að bregðast við þeim. En upplýsingar er ekki bara einhverjar upplýsingar. Það dugir ekki að taka þær bara allar saman, halla sér aftur og segja, nú er ég með þetta.
vegna þess að þær eru einungis verðmætar ef þær eru áreiðanlegar og þær eru settar fram með skýrum hætti. Og við höfum séð það hérna í kynninguna á Advice að það er verið að setja hana fram með einföldum hætti og skiljanlegum. Skýr markmið og svona áætlanir sem eru settar fram, það er hluti af tólinu, og svo lykil mælikvarðar árangurs, af því að hvað er árangur í okkar huga? Er það einvörðungu tekjuvöxtur ef að kostnaðurinn eykst meira? Þá er það kannski ekki árangur, það er ekki réttur mælikvarði að mæla bara tekjuvöxtinn, hann er í samhengi við eitthvað annað. Og ákvarðanir sem er verið að taka, þær þurfa að byggja á staðreyndum og gögnum. Þess vegna er lausnin svo Advice mjög mikilvægt til þess að safna saman gögnum og átta sig á heildarmyndinni og greina hvar er mögulega þörf á viðbragði. Sko, hraði viðskipta og tækniþróunar, hann krefst skjótrar ákvarðanatöku og það er alltaf að verða augljósara og augljósara að það er fyrirtæki sem ekki fylgja því, þau sitja svolítið eftir. En ákvarðanir fjárfestingar og fjármögnun, þær þarf líka að taka með hliðsjón að sjóðsflæði. Það eru sveiflur í sjóðsflæði í langflestum fyrirtækjum, milli mánaða. Ferðaþjónustan er eitt dæmi, svo ég nefni það, en einnig bara stór fyrirtæki sem að standa fyrir framkvæmdum í uppbyggingu innviða. Það er líka mismunandi sjóðsflæði þar. Og svo er það þessi ákvörðun innleiðingu á gervigreind. Af því að það er talað gervigreind eins og hún gerir bara allt og við getum bara hallað okkur aftur. Þetta er bláðsnjallt apparat. En þegar við notum hana sem hluti af lausnum sem í kringum okkur, þá verðum við að vera í stakk búin til þess að meta það sem kemur út. Hversu gáfulegt er það? Því að þetta er í rauninni og þetta er gríðarlega gott hjálpartól, en þetta er giskari. Hún giskar, ef þið farið á netið og spurjið að einhverju, þá notar hann mikið magn upplýsinga og giskar á líklegustu lausnina og myndir að þeir og birtir þeir svar með við það. Í flestum tilfellum er það mjög gott, en það þarf að koma að því mannlegur þáttur til þess að rýna niðurstöðuna. En einnig, þegar við erum að taka ákvörðun það hvar við ætlum í okkar rekstri að innleiða sjálfvirknivæðingu og gervigreind, þá er mikilvægt að svo ákvörðun sé tekin með markvissum hætti og svona yfirsýn yfir ferlan okkar. Þannig að þetta eru dýrar lausnir í einhverjum tilvikum, að áður en við förum á staðið þær, að við séum vissum það að við byrjum þar sem við fáum mest út úr því. Og yfirsýn í formi rekstrarmælaborða Advice, af hverju valdi KPMG Advice, það er vegna þess að þetta er hagkvæm lausn í uppsetningu og rekstrið. Það er ekki mörg fyrirtæki sem geta boðið það að standa upp á sviði og setja upp rekstrarmælaborð hér eins og Óli gerði og spila á raungögn. Og trúið mér, ég er endurskoðandi og komin í að rétti yfir miðjan aldur og að léttasta skeiði eins og þið sjáið. Ég ræði meira sér við þetta. Þannig að þetta er ótrúlega notendavænt tól. En það sem er líka kosturinn í þessu, að þetta er svo auðvelt að aðlaga þetta að mismunandi fyrirtækjum. Mismunandi sín stjórnenda. Við erum ekki öll eins. Við erum að leggja áherslu á mismunandi þætti í rekstrinum okkar. Skilvirk skýrslugjöf til stjórnenda, hluthafa eða annarra hagaðila, myndræn framsetning og skarpari fókus. Af því að upplýsingaóreiða og mikið af gögnum gerur það líka að verkum að okkur hættir til þess að yfirsjást það sem skiptir máli. Og það bara mjög vel farið yfir þessa þætti, það er eftirlit með tekjuskráninguna, það er kostnaðareftirlit til framleiða greining og allt slíkt. Og ég er búinn að lofa ykkur því að fara ekki að fullt að kennitölu með ykkur. En ég hugsa það að þið öll hér inni eigið það sameiginlegt að hverju erum við að sækjast eftir með því að vera að leita sífellt að nýjum lausnum og bæta reksturinn. Þetta er nefnilega það sem við erum í raunverulega að leitast eftir. Það er hugarró. Af því að þegar við komum heim eftir daginn, eftir allan fréttaflutningin og allt sem er búið að vera eiga við inn í fyrirtækin okkar, þá viljum við helst vera með það í höfðinu að það er allt undir kontról. Í því felst hugarró. Kannastu við þetta? Eða eru þið alltaf stressuð þegar þið leggist á koddann? Og það er þetta sem við erum að reyna að
koma fram með þjónustulínu sem að veitir stjórnendum fyrirtækja þessa hugarró. Það er að segja, það er einhver á vaktinni við hliðina á mér og með mér. Vegna þess að við teljum að það sé þörf á þessu. Þekkingin sem að einn fjármálastjóri þarf að búa yfir er mjög eðlisólík því sem að hún var hér bara fyrir 5 árum síðan. Fjármálastjóri þarf að hafa tæknilausnirnar á hreinu, hann þarf að geta stutt við innleiðingar og fjárfestingar á kerfum og hann þarf að geta stutt stjórnendur í þeim verkefnum sem þeir eru að sinna daglega, hvort sem það er upplýsingagjöf, ákvörðun verðlagningu, innkaup eða útboð eða óska eftir tilboðum í innleiðingu og gervigreind eða sjálfvirknivæðingu og ferlum. Fjármálastjórar, það er ekki öll fyrirtæki á Íslandi sem eru með stóra yfirbyggingu. Og þegar það er verið að horfa í það að reyna að draga úr kostnaði, þá er útvistun eitt af því sem menn eru að horfa til. Eða að bæta við þjónustu sem að eykur líkur á því að fyrirtækið okkar nái árangri. Við kynni hérna fyrir ykkur svona grunnpakka og hún Greta Blangsdóttir er hérna með mér og hún fer fyrir þessu, við sjáum hana hérna á eftir upp á skjá. En af hverju er það bara eitt af svona grundvallar startinu að taka öll fyrirtæki upp mælaborð sem að koma inn í veltu fjármálaumsjóluna? Það er vegna þess að við viljum ná strax upp einhverju yfirsýn til þess að geta farið að vinna í verkefnum og hafa eftirlit með rekstrinum. Og svona einfaldleikin, að þegar við erum búin að nefna hérna nokkru sinnum, að einfaldleikin er það sem er rauði þráðurinn í gegnum þessa þjónustu, vegna þess að ef það er eitthvað sem þið þurfið ekki á að halda til þess að fá hugar á, þá er það allt of mikið upplýsingum. Og það eru upplýsingar að flæða út allt í kringum okkur og við verðum svolítið ringluð. Endurskoðendur reyndar eru frægir fyrir það að birta langar og lærðar skýrslur sem enginn skilur. Og menn er alveg á mörkunum að lifa af fyrstu 4-5 síðurnar. Þetta eru gæði þjónustu felast í því að tala við fólkið. Hver eru þínar áhyggjur í rekstri? Þannig að við erum með svona þetta er fjármálaumsjón og við erum búin að pakka þessu saman. Þetta er fjármálaumsjón, það er aðgangur að einum tengilið og það er fast mánaðargjald vegna þess að sérfræðiþjónusta er dýr og það er ekki til að auka hugarró og vita að ég er með sérfræðing einhvers staðar að skrifa fullt á tíma á fyrirtæki mitt og ég veit ekki alveg hvað ég fæ fyrir það. Þess vegna þurfum við að mæta markanum og ramma þetta inn í föstu mánaðargjaldi. En líka það sem að KPMG hefur er að við erum náttúrulega hluti, og þó ég standi hér einn, þá er þetta risastórt alþjóðlegt fyrirtæki sem er með áherslu á þessa þjónustu, erlendis líka, og við höfum náð góðum árangri til dæmis í Danmörku. Þá erum við með gríðarlega þekkingu innanhús, sem á okkar fólk sem er í framlínunni og sinnir viðskiptavinnunum hefur aðgang að og getur þar af leiðandi komið með dýpri þekkingu á viðfangsefninu inn að borðinu og þá er þetta að taka ákvarðanir í framhaldi af því. Nú grunnurinn, þá pökkum við þessu svona saman og þar erum við þá með sem hlut af því sem, og er alltaf þetta sem við leggjum á stað með, það er gerð ársreiknings og ég vil taka það fram, það er ekki þörf að skipta endurskoðanda þó að menn séu orðin sjálfstæðir í því að gera reikningsskilin sín. Það er ekki samhengi þar á milli endilega. Það er ársfjórðungslegt milliuppgjör. Af hverju gerum við það? Það er vegna þess að upplýsingarnar, við viljum að upplýsingarnar séu réttar inn í fjárhagskerfinu sem að mælaborðin og allar skýrslur byggja síðan á. Þannig að það er of sjaldan að gera það einu sinni á ári í tengslu við reikningsskilin. Það er vinnsla skattframtalsins og skil til skattsins, skilhlutafrumæða, aðgangurinn að mælaborðinu og svo fundir ársfjórðungslega með tengilið þar sem við setjumst niður og förum yfir hlutina. Það er líka hægt að velja frekari þjónustu sem hluta veltu fjármálaumsjón og það felst þá í því að þú færð mögulega stærri aðgang og þú getur valið eitt úr þessum vörulista. Við hugsum þetta eins og vörulista. Það er hægt að taka stöðugreiningu rekstrar með hliðsjón af árangri atvinnugreinarinnar. Við getum verið og komið inn og verið með undirbúning fyrir aðalfund og skjalagerð í kringum það, stutt við stjórnarfundi,
getum átt mánaðarlega fundi með stjórnendum þar sem farið yfir lykilmælikvarðana og svona tækifæri til úrbóta. Marskmál, stöðutaka í meðferð virðisaukaskatts. Því miður erum við að sjá of mikið af því að fyrirtæki eru að mistiga sig í meðhöndlun á virðisaukaskatti eða jafnvel ekki að sækja þann innskatt sem að þau eiga rétt á. Þau þurfa þá stuðning við þetta. Og svo það stöðum að tverla og svona möguleikar á sjálfvirkni væðingu. Þetta konseptið velta fjármálaumsjón. Það að segja að þið vitið hver grunnurinn markmiðið það að skapa ykkur yfirsýn. Þannig að þegar að þið eruð að koma heim eftir langan og strangan dag, þá vitið þið það að það einhver annar á vaktinni með ykkur og hann mun heimsækja ykkur einu sinni í mánuði eða aðvara ykkur ef það eitthvað sem hægt að gera betur. Við erum hérna tvö. Það annars vegar ég, Haraldur Örn, og svo Greta Blængsdóttir og hún viðskiptastjóri Veltu hjá okkur. Við verðum nú eitthvað hérna að sniglast, þannig að ef ykkur langar að vita meira, en einnig má líka senda tölvupóst á velta@kpmg.is og við getum það bara komið á fundið með ykkur og kynnt ykkur þetta nánar og hvað felst í þessu. Því á stuttri kynningu þá kannski fer nú ekki í telluna. En æðsta markmiðið verum róleg. Ákvarðanir teknar í flýti án fullrar yfirsýnar eða átt að sjá því hvort að ég sé með réttar upplýsingar til að taka hana, þær eru oft á tíðum ekki líklega til þess að skila ykkur árangri fram megin. Enn og aftur, kærar þakkir fyrir að bjóða okkur og kærar þakkir fyrir að hlusta. Vona ég hafi ekki gengið frá okkur. Þakkum Haraldi kærlega fyrir þessa hugarró. Vonandi förum við inn í vikuna með hana. Við ætlum ekki að hafa þetta lengra hér í dag. Þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Við munum fylgja eftir skráningum fyrir áhugasama og við verðum hérna eins og Haraldur á vappinu og endilega grípið okkur og ræðið við okkur ykkar áskoranir og greiningar sem þið hafið áhuga að gera í ykkar rekstri. Takk kærlega fyrir komuna og verið sæl.